Menningarlegu hlustendur, þetta hlaðvarpið Tveir á toppnum, þar sem að völdum sitja Oddur Ævar og Tóti. Oddur fréttamaður og ég meintur blaðamaður, góð líka. Þetta mun vera 113. þáttur, tekin upp hérna á handalhaupum síðdegis, föstudaginn 22. ágúst. Ég aðdraganda menningarnætur, en já, þetta mun segja annar þáttur þessara viku. Nákvæmlega. Oddur, þú frekjaðist þarna fram á mánudaginn með sérstakann Love Island þátt. Það var svo mikil eftirspurn, við urðum að sinna þessu. Við höfum alltaf verið að sinna Love Island samfélaginu á Íslandi, sem stórt og fer stakkandi. Já, og við erum með gest. Aftur, þú varst líka með gest á mánudaginn. Já, það er rosalegt. Það er brjálægt að gera það. Já, Arnar Már Eyfells, framleiðandi. Sælir. Komdu fagnandi. Já, takk fyrir. Og við Oddur hann alltaf lofa þannig í þar síðasta þætti, ekki Love Island þættinum, þá lofaði Oddur sérumfjöllun Weapons, myndina sem allir að tala og þú varst nú kallaður til ekki síst til þess að tala hana, en við þurfum aðeins að tæpa á nokkrum málum áður. Já. Er það ekki annars? Jú. Þú lofaði líka eitthvað, þú ætlar að halda eitthvað minningaræði Terence Stamp. Lofaði því? Já, við förum betri yfir til næsta þetta. Vá, það er rosalegt. Var ég drukkinni síðast þetta? Nei, ég held ekki. Nei, en við náttúrulega nefndum það og heldum því að haga á toppfólki á Facebook að Terence Stamp lést daginn, frábærleikari. Svona í þessum kategóriu með þessu töff, drikkveldu brettar, Peter O'Toole, Richard Harris, Michael Caine, Terence Stamp. Og ég hef náttúrulega sagt frá því að Richard Harris þoldi ekki Michael Caine. Ég sagði frá því að hann var eitthvað í viðtali við Empire og í hvers skipti sem að blaðamaður nefndi Michael Caine þá rak hann við, bara on cue. og Terence Stamp og Michael Caine, þeir voru meðleigendur að leiðu saman þegar þeir voru að byrja. Já, ok. Og Terence Stamp, ef ég man þetta rétt á, hafði hann leikið Alfie á sviði en mælti með Michael Caine í hlutverkið fyrir bíó. Fyrir bíó, já. Sem var svolítið lonsar kannski hans ferli, ég held hann að fengi Óskarstilnefningu, þá fyrstu. Nefnum leið á Michael Caine fyrir að meika þá bara gleymdi hann vini sínum. Hann bara skildi hann bara eftir. Aldrei gott. Já, það kannski þarna, ég var bara rifið upp daginn þá múti, það er kannski þessum sem Richard Harris var alltaf að prumpaði þeirra. Ekki þólan. Hvernig framkallar maður prumpara? Nei, nú er Richard Harris, hann Dumbledore þín, hann er alltaf dauður. Hann er löngu dauður. Leyndamáli er dáið með hann. Getum nota eitthvað andaglas til að tala um. En annars ég veit ekki hvað, við getum alltaf verið með heilan þáttum Terence Stamp, við höfum ekki tíma til þess. Nei. Hans verður sennilega fyrst og fremst minnst fyrir að hann var leikið General Zod í Superman 1 og 2. Já. Var það ekki hans stærstu hlutverk? Nei, var Obi-Wan Kenobi stærsta hlutverk Alec Guinness, það myndi vera að sjá Stamp á einhverjum listum daginn yfir frábæra leikara sem að hafa gert ótrúlega hluti en sitja upp með að vera minnst fyrir rusl, eða mesta rusli sem við leikjum. Bara blockbusterna basically. Já, með fyrir virðingu fyrir Superman. Já, algjörlega. Og ég var aðalega svo kátur að ég sá að Alec Guinness komst ekki á þennan lista, sem var náttúrulega bara stórleikari í hæstu hæðum, en situr upp með þetta, hann er náttúrulega bara minnst sem Obi-Wan, en samt hann náttúrulega skilur eftir sig bara milljarða í dánabúinu fyrir fjölskyldunum með prósentuna sína. Já, hann gerir bara besta samning bara allra tíma held ég, bara í kvikmyndasögunni þegar ég koma, hvað var ekki, 5% eða eitthvað af? Já, nei, held að það var bara verið 2 og svo var bara eitthvað bítast 0,5% til eða frá sem náttúrulega bara er bara formúa. Já, bara rosalega upp að þér. Gæti ég 2% af öllum teknum að starfa. Já, við því í dag að minnst kosti. Og þá fór ég að spáður að lesa lista með hvað, má þetta fólk ekki líka græða penning? Máttu ekki vera góður leikari, ókslega góður í þínu fæi, en svolítið að kassa inn líka, Ok, blessu þessi minning hans. Og Oddur, þú náttúrulega þú pluggaðir 2 á toppnum út í massamedíuna, tróðst mér í Reykjavík síðdegis á miðvikudag. Já, bara eftirspurn eftir þínum kröftum. Nei, það var nú aðra eftirspurn eftir þínum kröftum en þeir sögðu mér nú strákarnir í Reykjavík síðdegis þegar ég kom sveittur úr umferðinni með korters fyrir var að þú hefði verið á Arnarhóli að sleikja síðustu sumarsólageislana og drekka bjór. Ég var náttúrulega Austurvelli. Arnarhóli. Já, Austurvelli, ég meinti það. Það er mest að róna dæmi allra tíma. Og þeir allir greinilega bara, típist að stýttisleið þeir allir bara, ég held að þú væri bara við borðið þetta á Vísi, þú myndir bara koma hlaupandi. Já, einmitt. Og svo Stefán hringdi mig og ert þú líki í sumarfríi? Ég held að ég væri bara að vinna með þér á Vísi, Já.
ekki alveg en hérna, já Þú stóðstu vel, ég hlusta á það já, Ekkert eðlilega góður í hérna leiði mér að mæla með weapons Já, ok, heyrðu, Reykjavík síðdeis það er frá heyrðu, já, hérna ég verð bara að koma hérna hvað, Night Always Comes en vinsasta myndin á Netflix nýkom með Vanessa Kirby með henni, Vanessa Kirby já, sem er náttúrulega að gera góða hluti í Fantastic Four ég píndi mig gegnum sem mynd þetta er svo mikið drast Rusl já, þetta er eiginlega átakanlegt sko. Ég hef ekki haft mig í það Ég hef ekki eins og hýrt aðeins sko. Ég er náttúrulega djúpt inn í þessar senu en ég bara, ok byggð á einhverju skáldsögu og einhverja konu sem á mömmu sem er halvviti það að vera að fara að bera þig út og missa húsnæðið og það er eiga held í $25,000 sem að það er að fara saman með og borga og skrifa undir eitthvað samning nema mamman fyrir bara að kaupa sér bíl og nýjan bíl í staðin og þessi stelpa, hún er Vanessa Kirby, sko, hún náttúrulega sko, brýtur svo mörg lög og selur sig og ég veit ekki hvað fjandan til þess að ná peningum til þess að gera þetta sko. Hvað þegar mamman er keypt í bíl? Var það eins það fór sko kassið sem átti að vera útborgunin sko. Já, frábært þá vildi mamman aldrei kaupa þetta húskortið Hvað er þetta eitthvað svona þung dramamynd? Já, rosalega þung og þunglindisleg og Ég held að þetta var eitthvað svona hryllingsmynd Nei When the night comes Night Always Ljómar þannig og en þetta er alveg svo Vanessa Kirby er þetta frábært Jennifer Day svona líðleiku mömmuna establisherleikuna en þetta er svo leiðilegt og svo stefnulegt eitthvað þegar hún sko stelur 2 kílum af kókaínis $19,000 úr einhverjum peningaskáp svo keirur hún á vondan kall sem er eitthvað truflan og bara þú veist, ef hún er að gera þetta til að bjarga íbúðar húsaköpum sko, þá 50 ára fangelsisdómur sko. Þetta er alls ekki það er ekkert vandamáli Þetta er alls ekki myndi sem ég bjóst að þetta var Ég meina þá bara að fara á langtíma gisningu eitthvað annars það er bara þú veist en hún er þarna svo, Vanessa Kirby sem að hún er góð, hún sýnir alveg hún er alltaf fantaleikuna og svo dúkar hérna Íslandsvinnurinn Eli Roth upp leikstjóri í smá hlutverki eitt skítalappin í lífi þessara konu og Michael Kelly sem var nú bestur sem Stamper í House of Cards Alveg rétt Doug Stamper Þannig að þú mælir með þessara mynd Nei, ég mæli ekki með henni en þú veist, svona bara því hún er á Netflix þá er hún bara komin í fyrsta sæti yfir vinsælustu myndirnar á Netflix Þurfum við ekki eitthvað að ræða það þeir gefa aldrei upp þessar tölur og þú veist, þetta er allt eitthvað feika sko þú veist, þeir setja bara efni sitt hann að efst allstaðar, en ekki hlýtur það ég er bara að keira það bara mjög sterkt út inn á platforminu sínu, bara fyrsta mynd sem hún sér alltaf ef það er When the Night Comes þannig að á einhverjum tímapunkti, ok, ég gefi þessu 20 mínútur og þá fá þau spiluna, það getur líka verið það sko. Og líka, þú veist, Vanessa Kirby bara hendir einhverjum nöfnum það bara reiknum með þetta sé allavega þessu við horfa á það sko. En ég var svolítið bara fyrir vombrið með þetta svo það er alveg blasið við þurfum að taka sér þátt Alien Earth þegar það klárast á Disney Plus og Ég er ekki byrjaður Nei, ég er komin í 3 þættir, ég er búið með 3 þætti og ég held að þetta væri betra í beit sko, bara á að bíða bara Ég ætla að gera það en það sem að ég er svo peppar yfir er að Adrian Edmondson fengurinn Vivian úr Jóngans þáttunum bresku og Eddie Hitler úr Bottom, hann er þarna frábær gamanleikari sem er bara mjög alvarlegur og skuggalegur sko. Hann var í Star Wars myndin sem allir hatta Last Jedi, var svona Imperial Officer sem var alltaf utan í Kylo Ren þegar hann var að taka tantrumin Peavy eða eitthvað en svo náttúrulega er Ugla Hauks náttúrulega líka leikstýra hún leikstýra held ég annarkvæmt öðru með 3 þetta nákvæmlega ég man ekki hvað það annar eða 3 en hún náttúrulega gera rosalega hluti úti sko Í alveg, ég bara vissi ekki svona af þessu Nei, hún er búin að vera bara að vinna sér inn til bara meðdóla núna hægt og rólega hjá þessum stóru streymisveitum og er með að minnstakosti 2 þætti núna í Alien Earth sko. Og ég myndi nú halda íslensku leikstjóri sem er að leikstýra þáttum í þessu séri, þú ert komin helvíti langt sko. Bara, hún er þá framúrskarandi öflugur leikstjóri sko. Þannig að kemur ekki óvart að hún sé búin að ná svona langt nú þegar með hvað hún er ung sko. Og ég er bara bærilega ánægð með þess að 3 þætti finnst það bara gott stöf hann er byrjað náttúrulega trillt í kórin á samfélagsmiðlunum sko. Já, út af hverju eftir? Nei, bara, þú veist, þetta sé bara drasl og ágjör og svona ágjör hins en blabla en svona pælir í sko væntingastjórnin er samt alveg ágætt það er náttúrulega bara fyrstu 2 myndina sem er eitthvað alveg góðar sko, í Alien þannig að og þetta er alveg betur en hann Rómulusinn sem að þú sagði að fyrsta Alien myndi sem áttu sá sem kom svo í ljósa það er bara alveg eins og Alien þetta fannst hún bara nokkuð góð svo var hún Alien og þá bara þetta er alveg eins alveg rétt
Heyrðu, já, svo bara ég verða bara að klára þetta með hérna að því að hann Adrian Edmondsson þarna og hann var með Rick Mayall, þetta var svona duo bottom, geggjaði, ég stend á því þetta er bara bestu sjónvarpsþættir eða sko 2021 þá voru ykkur 3 svona bottom nördar í Bretlandi sem byrjuði að skrifa bók þættina, Talking Bottom, þetta var svona crowdfundað og ég náttúrulega keypti ælulega og hérna svona, svo ég endan á bókinu svona langur lista af nöfnum allra sem að hérna, tóku þátt í þessu sko og ég náttúrulega neðsta nöfnið Þóraðin Heyrðu, nema hvað þeir gáfu bókinu út formulega 3. júlí crowdfunding fyrirtækið farið á hausinn að búið skell í lás að koma í gjaldþrotameðferð og bækurnar prentuðu eru bara í einhverju vöruhúsi í Bretlandi í alveg og ég brjálaður að vísu sárabútin er að maður fekk download link á hérna e-bókina sko en hardcopy er ekki og þessi 3 hérna, þetta ágæta fólk hérna sem skrifa þessi bók sem bara 3-4 ára að gera þetta þeir fóru ekki krónu bara eyða crowdfundin okkar bara í eitthvað annað og fara svo á hausinn Jesus Christ bollocks Já, bollocks, algjör bollocks 100% Heyrðu, þá er ég búin að koma þessu frá mér og hérna þá bara sko Weapons við nefndum hann aðeins í síðastætti og ég allavega, ég man ekki hvort ég sagði þá en fullirti þarna á bylginni á miðvikudaginn þetta væri sennilega bara ekki bara besta hryllingsmynd ásins, þetta er bara eina bestu myndum ásins vantarlega og Oddur er búin að sjá hana og þú er búin að sjá hana 2 svar Já maður, heldur betur hérna já, ég kannski að byrja á hvað ég var að reyna sko aðeins bara að segja hvað hún er hann við spurðum hann eitthvað síðan og hvað er hún og ég bara, þú veist Já, premissi er náttúrulega ótrúlega gott sko og við minnum hlustundur á að við erum að fara að tala um þetta hispurslaust Heyrðu, einmitt, ég setti hérna í heimavinnum mína bara hástafið spoiler warning að þegar ég ber ekki virðingu fyrir spoilerum og hef aldrei ágjörð þessu Oddur alltaf tala um það en ég ætlaði sjálfur einmitt að vara fólk við því að við munum tala um allt og þetta er alveg þannig mynd að það er kannski betra að vita sem minnst sko. Það er langbest að vita sem minnst sko. Þannig að þið hafi ekki séð hana hásiði, fari í bíó, sjáu þessa mynd og koma svo aftur og hlustið Náðu þessu, þetta er ekki flókin fyrirmæli Nei, þetta er ekki flókin Nei, þetta er bara svona einhver ídealískur amerískur smábær og hvað, 17 krakkar í 18 barna bekk taka sér til 02:17 nóttina standi upp og hlaup út Akkurat þessu fábjánar út í myrkrið og veit enginn hvert þið fara hverfa, og þá tekur við náttúrulega alls konar tryllingur kennarum kentum þetta bara eitt strákur eftir og kennarinn náttúrulega og svo er náttúrulega bara frásagnar þetta er náttúrulega svolítið skemmtilegt sko. Við fylgjum þetta er kaflaskipt það er svo Tarantino feelingur í ég er rosalega mikill aðdáðandi af öllu sem heitir kaflaskipt í kvikmyndum sko. ef það er gert vel og í þessu tilfelli var það gert ótrúlega vel og náttúrulega líka bara svo leikararnir bara hver öðrum betri það er allt eiginlega gott þessu mynd og hún kemur náttúrulega bara held ég rosalega óvart eins og ég held ég að sagt og að segja sko með titillin svo fárlega Weapons hvað er titillin sem heitir Weapons og svo er einhver börn þarna á pósterinum hvað rugl er þetta? Akkurat En ég fór á hana alveg bara mjög kokki og vitandi að hún hlýtur að vera góð af því að þetta er leikstjóri Barbarian sem að mér fannst sick góð sko En þessi mynd er betri Já, algjörlega og líka ógeðsleg á annan hátt sko Barbarian var alltaf svo yfirgengilega viðbjóðslega Airbnb-gleðin, ekki? Barbarian, já En þá getum við bara að byrja hvað, var hún betri í annarskipti eða verri? Arnar, þú er búin að sjá hún tvisar Já, nei, hún var klálega betri í fyrraskiptið þau verður að horfa á þetta með element of surprise Já, ég menna, þú veist, þetta er náttúrulega það er ákveðin svona einhver jumpscare og annað sem maður var alltaf einhvern veginn að búa sig undir og svo kom það ekki á tímasetning sem við bjóst við og svona, gott dæmi leikur Julia Garner leikur upp í rúminu og lítur upp síðan þegar hún er það var svona, það var mörg góð moment en klálega betri í fyrsta skiptið bara því að maður er að sjá þetta í fyrsta skiptið og bara, ég mitt fór inn í kvikmyndahúsið ég hafði séð trailerinn, ég hafði séð bara kritikina sem hún var að fá á netinu en ég brent mér svo ofta að fara vel hæpaður inn á þannig mynd þannig að ég reyndi að stilla væntingum til í hóf og þetta laði mér alveg 100% sko. Seinna skiptið var síðan meira bara svona aðeins að rýna í þetta er rosalega fyndin mynd líka þetta er svona algjör einhver Edgar Wright svona eitthvað mút á köflum þú veist hvað var eiginlega svona sem greið meira meiri seinna skiptið hvað hún er raunverulega ógeðslega fyndin skilur í stuttumáli en
Ég þarf að fara í kveimundtöku og þannig líka, en nefnum það kannski bara inni. Já, nei, nákvæmlega, akkurat. Ég mitt bara, mínu menn í Red Letter Media sem ég elska, sko, á YouTube sem eru svona, þú veist, svona kvikmyndanördar, sko. Þeir voru með að tala um hvað það verið mikið af vísunum í þessari mynd, sko, svona myndatökuvísunum í aðrar gamla hryllingsmyndir og svo framvegis, sko. Já, það er einmitt, það er alveg hérna Shining svífur svolítið hérna. Já, það er verið að sparka upp, eða berja upp hérna, hurðina, þrisvarsinnum, skilur við bara. Þannig, Akkurat. En ég er náttúrulega bara að segja einu sinni, en ég sé fyrir mig samt, sko, hún rosalega góð, en að svona í annað eða þriðaskipt þá ertu kannski að taka eftir svona nuggetsum og svona smáatriðum sem að fara framhjá náttúrulega í fyrsta skipti sem að gera þetta náttúrulega bara sko dýpra og skemmtilega en svona effektin, í fyrsta áhöru lítur að vera bara eins og við vitið, þú veist, ég horf ekki á hryllingsmyndir. Það er svona alltaf, ég myndi bara að spyrja þig, hvernig fannst þér? Þetta var mjög, ég var ekkit eðlilega kvíðinn og mér leið illa í sem sagt bíósalnum þegar ég var labbinn og ég horfði náttúrulega mikið myndinni með hendur bara fyrir framann augu, sko. Þú var alltaf tilbúin að... Já, ég var alltaf ready, sko, en djöfull kom þetta mér á óvart, sko, af því að þú veist, það kom mér ánægilega óvart hvað var lítið hryllingur í henni, sko, per se, sko, lítið af svona, skeratriðu, en hræðilegasta atriði í myndinni fyrir mér var klálega þegar hún sofnar í bílnum, kennslukonan, fyrir framann húsið hans, litla stráksins, sem að vera eftir, og það kemur hann einhver kona eða vera hlaupandi með þessum skringilu bara, þú veist, bara fasið á þessum krökkum þegar, þú veist, þetta hlaup með hendurna, báðar hendur út í loft, sko, alveg hrikalegt, sko, alveg bara, þetta var hróttalegt aðrið, sko, en þessi mynd klálega mynd af og þetta var ekki að fara með þig nei, ég liði af og þú hefur náttúrulega hlegið mjög mikið, sko, uppáhalds finnast aðrið og bara svona uppáhalds aðrið mögulega í myndinni var þegar Josh Brolin hann dreymir hann byssuna fyrir ofan húsið þá hann lappar inn í húsið og sé son sinn og þegar hann vaknar what the fuck það var svo geðveik viðbragð, það var mikið leið í bíósalunum hjá mér, sko. Sama hér í bæðaskiptin, sko. Þetta var svo innlagt, þetta var svo nákvæmlega eins og maður myndi bregðast við en maður myndi lenda í þessu sjálf, sko. En að því að, það eru náttúrulega nokkur moment sem eru svona bara pure comedy sem við langar til að snerta á, en mér fannst það eiginlega skemmtilegast líka þegar við töluðum myndin kaflaskipt, en hún það líka bókstaflega að þið rýnið í bara næstir farið á hana eða sjáðu hana Oddur, kannski, þú gerir það kannski ekki eftir en hún líka sko, fyrstu 40 til 60 mínúturnar eru rosalega mikið horror, eitthvað svona thriller það svolítið stemmingin sem svona leiðir myndina áfram, fannst mér fyrsta klukkutíman þegar ég var alltaf einhvern veginn í þessu jumpscare mode, bíða eftir því að fá kvellin í andlitið svo seinni hluti, eða svona, ef við skiptum þetta í þrjáparta, seinni 2 hlutinir voru rosalega mikið bara svona einhver svona létt Shaun of the Dead stemming fannst mér á köflum, bara svona comedy og hún var miklu léttari eftir því sem leið á myndina og mér fannst það mjög áhugavert fyrir bíómynd sem bara markasett sem bara massífur horror auðvitað eru senur það sem bara vera þegar þau vera að rífa andlitið af glöggunni já, bara þegar hann að skalla við förum bara í hvað hann heitir ég vil ekki Marvel-kallinn, já, þegar við sjáum Wong, þegar við sjáum hann bara vera headbutta unnustansinn, skilur bara til dauða og hún að þó sér hendur á meðan, skilur dýnamíkin í klippinu, það var geggjuð og svo einhvern veginn, eftir því að líða myndina þá er að sjá sko, miklu meira grúsum atriði en með miklu léttari undirtón sem sjúklega áhugavert fyrir hryllingsmynda því ég horf frekar mikið á hryllingsmyndir þannig að mér fannst það vera mjög áhugaverður svona leiðavísir á svona leið til þess að leiða mann áfram í gegnum myndina og Junkien kemur og fer inn í húsið hjá Alex, skilurðu Sá gæi átti myndina ég elskaði Junkien já, bara hvort sem það var, skilurðu atrið með lögreglunni við bílinn og þegar hann rotaður og hvað það skilurðu þegar hann að taka silfurverið úr húsinu og að smetla framan í andlitið á foreldrunum áður hann síðan hleypur út hvartlar ekki það hann að sé eitthvað fucked up aðstæður svo þegar hann sér bara, heyrðu, missing kids peningar, horfa á peningar og maður sér bara og hann ekkert að spá í þessum krökkum en peningar, þetta bara og svo náttúrulega bara atrið þar sem að Josh Brolin er að reyna að rota hann eða ganga frá honum þegar ég bara hættir ekki sko, hann rís alltaf upp og þetta voru bara solid 4 mínútur af bara öllum í salnum og ég þar með talin, bara grátandi úr hlátri
sem aftur, það svo skrítið að fara einu mynd og fyrstu 60 myndar ertu bara að skýta í þig bara af því þú ert í einhverjum psychological thriller sem er bara, psychological thriller horror, einhverju hybridi og þú ert alltaf að bíða eftir því að fá, einmitt, þegar hún lappar út með skærin vinkonaðin, allt þetta og svo allt í ertu komin í bara aftur, bara einhverja hreina grínmynd í rauninni með þessu atriða sem að brólinn að berja hann í alvörunni í 4 mínútur það er líka því að brólinn alltaf, eins og ég sagði held ég á til síðast þetta hann alltaf svo ógeðslega kallmannlegur svo mikill kallmaður og svo maður bara einhvern veginn Josh Brolin er búin að kýla þig tvisvar og hann sjálfur ég nú kökkur hvað gengur áskilur mér geggjum við bensinstöðaradrið þegar hann Josh Brolin, pappin er að tala við kennslukonuna og hún er að dæla á bílinn svo kemur Wong þarna eru bara 3 Marvel karakterar þarna er bara Thanos, Wong og svo er Silver Surfer þarna líka það er rétt, já hún er alltaf líkonin í það ef hún er slíka maður en sko, já því að ég þekki náttúrulega alveg odd og ég veit alveg hvað þú ert hræddur við að liður illa í hryllingi eins og ég sko ráðlega eindrið að sjá ekki Bring Her Back sem er líka í bíóna en allt í lagi að fara á þessa það er líka þar að svipað að koma svona ógeðslega atriði en þau eru bara ógeðslega í Bring Her Back sko. það er engin svona einhver komískir undirtónar en sko. Nei, það er svona líka lögðað í þessa mynd og ég var mjög þakkláttur einmitt því að seinni hlutin væri svona mikið bara svona fókusar og það sem kemur sko mest á orð eins og við vitum bara í svona mysteríu thriller myndum það missa svo oft dampin leið og mysterían er einhvern veginn orðin ljós sko og ég hafði smá ágrið í þessari mynd ég hugsaði svona, býtu ok, nú veit ég bara að þetta er þessi Nord sem að bera ábyrgð á þessu öllu býtu er síðasti hlutin á myndin að fara að vera eitthvað skemmtlur að fara að vera eitthvað spennandi og mér fannst það standa algjörlega undir sér sko ég frá fyrir að þetta væri allt komið þetta kom alveg merkilega snemma í ljós sko svona, það var samt sko bara eiginlega mjög ég kíkti á klukkuna einhvern veginn þá var semst komið rúmur klukkutími og það var ekki búið að drepa neitt maður var samt alveg bara opbóðslega spenntur hann er opbóðslega flinkur að búa til svona þetta unheimli þegar svona óþægileg stemning var líka náttúrulega byrjir af barbarjan framan af bara breytið þeim svo allt í bara einhvern gróteskan viðbjóð algjörlega þetta var svona bara og lítið að gerast en samt allt í gangi einhvern veginn og svo sko þegar lausning kemur þá ég var bara svolítið ok, þetta er bara old school Nord þetta verður ekki eitthvað meira dýpra eða elaborate eða eitthvað UFO svo bara held þetta áfram að vera bara geggjað þannig að hún gengur upp sko. Já, 100% og bara mér finnst það samt líka bara svona kannski útrætt og segir svo er þetta bara þessi klassíska Nord mér finnst fáránlega bara smá hliðarspor út frá því sem vorum að ræða en mér finnst það ógeðslega áhugavert að sjá núna Sinners kemur í janúar eða febrúar í ár einhver vampíru musical basically og svo erum við að fá núna einhverja Nordna horror thriller komedíu og ég er bara svona ógeðslega áhugaverð vegferð að stúdíón sé farin að leyfa því að ég man ekki hvernig ég sá einhverja nútíma Nordna mynd vampírur, við sáum Nosferatu líka í byrjun árs eða lok seinasta árs við eigum þessa klassísku sögur sem er alltaf verið að endurnýja vampírur og Nordnir bara The Witch líka, Robert Eggers og allir þessir skilur en svo erum við farin að sjá einhverja svona nútíma útgáður af þessu og mér fannst það alveg frekar skemmtilegt af því að ég hugsa bara svona, er þetta sem bara Nord og svo er bara, ok, hvenær sá ég samt original einhverja svona witch sögu skiluru síðast og þetta er bara fyrsta skipti ég man ekki, 15-20 ára sem ég man eftir einhverju ferskri nálgun á Nordina, þeir voru eitthvað svona farnir að lúmst foreshadow, þetta var eitthvað skortir þegar hann var, þið tóku eftir því sérstaklega þegar Wong og Kathleen sátu heima í stofinni, ég tóku eftir þessu í annarri aðrun en þá er verið að tala hvernig maurar yfirtaka heilu búin og ég var svona, er þetta eitthvað fucking skordýra er það subkontextið skilur sem ég var að vera að lesa út úr þessu þannig að ég var mjög fegin þetta var síðan einhver keksruglu Nord sem var bara að reyna skilur koma sér fyrir svo var náttúrulega bara þessi kettling hún var svo fucking scary kettling og svo svona gamlar illa málaðar kettlingar þetta er svo grótesk þetta er, og þetta var alveg bara kortir í eitt sko, Pennywise bara óbóðslega creepy og með þessa hárkollu og allt þetta bara ógeð Er þetta sama konu og leik skrýmslið í Barbarian? Er þetta, ég bara spyr það er ekki, þetta er nú bara ósköp svona hugguleg kona sko en svo líka að því að ég Bring Her Back þá það er náttúrulega ekki Nord en það er náttúrulega bara geðbiluð, bara styrlu konu narcissisti og svona, þetta er bara nokkra veikna millibil sem var 2 ógeðslega hryllismyndir og einhvern veginn mondurinn er bara skelfileg kona en Nordnin var þessi, hún var alveg skæð sko og rosaleg
hún var rosaleg sko. En mér bara svo geðvikt hérna bara svona eins og persónu bara uppbygging líka, þú veist, bara eins og með kennslukona sko, hún var einhvern veginn bara svona, bara verið fyrir eitthvað virkur alkoholisti og svo þetta samband við lögreglumannin sem var líka alveg bara, þú veist, í sínu starfi hérna. Ég verði að nefna aftur var ógeðslega góður, hann Solo ungi. Þetta var hann Solo. Einræk, hann heitir. Ég veit, hann góður maður. Var hann ekki Oppenheimer, hérna? Jú, hann er einhvern veginn svo 80, hann er aldrei eins. Nei. Ég þurfti bara að sjá hann í kredilistanum til að fatta hann var í Oppenheimer. Svipað þarna. Stingur sig á nálinu þarna og brjála það. Fær sér hann hérna í andliti hann inn í tjaldinu hjá junkieinum hérna líka. Það eru mörg góð momentum sko. Og já, hann komur alveg merkilega óvart. Ég var að reyna að registrera hver þetta væri í fyrraskipti sem ég fór á hérna sammyndarinn mitt líka. Og mér finnst líka bara gæðin sem að leikur þennan dópist þarna. Ég bara mér leiði eins og þetta væri bara í alvörinni bara sem í, þú veist, alvöru bara einhver útigámsmaður sem væri þarna bara að leika sko. Það var náttúrulega svo góður en ég hef náttúrulega sagt sko, dópistar eru svo leiðilegir þetta var þeirra óþólandi manneskja þessi junkie sko, algjör náttúrulega hálfviti, by default mér fannst hann svolítið standa eftir sem sigurveri þegar koma einhver svona stökum leiksir, það er svo hennar Brolin og hérna tjúlega, bara geggjaði leikara en þú veist, ég hugsaði líka svona 3-4 svona sérstaklega í seinnaskipti, bara ef þetta væru léleg leikara, ef þetta væru svona medium leikarar, þá væri sagan líka alls ekki að halda mér jafnvel, sko, þótt þetta sé uppbyggingin hafi verið góð, sko þetta er bara einhvern veginn perfect casting, geggja konsept og bara, mjög hrifinn mér, sko Já, algjörlega, ég hérna bara mér þess að geðvikt, ég skildi ekkert hvað var að gerast þegar Josh Brolin var að eiga hann draum og það var hann þessi byssa fyrir ofan húsið sko. Ég skildi ekki neitt sko. Á þeim tímapunkti sko. Það er frænkan hann Aunt Gladys skrýmslýsir svo sko skilst mér að hann hafi líka skrifað sko kafla fyrir hana sem í handritinu sem hann svo köttar út bara til þess að strömlínulaga þetta og styrta sko. En það er alveg talað um það að það dæmi gætir stað undir origin story sko, hann getur gert aðra mynd basically bara hvað hann kemur, enda við fáum eitthvað skýringar á því sko, hún er bara fjarskild eða náskild frænka mömmunar og eitthvað veik og svo bara mætt og bara sólurhingur búin að taka yfir ég skildi ekki af hverju sko og ekki að deyja, hún er eitthvað veik sko, nornin er eitthvað lasin og hún ætlar eitthvað að redda sér með að ræna hann einhverjum lífskrafti úr börnum og foreldrum stráksins þetta er mjög klassísk norðansæð og rýnir í það sko, bara það sem er baka hana sko. Þannig að bara hvort sem það er The Witch eða bara að þú ferði horfa á teiknumyndir svo Tangled, það er bara með sama konceptin nema það er bara blóm sem þú þarf að sjúga orkun úr þar skilur, það er alltaf eitthvað lifir á fólkið kringu sinni sníkjudýr bara sníkjudýr þegar strákurinn að spyrja pappa sem hvað verður hún lengi hjá okkur ég veit ekki, ætlum við ekki mánuð alveg að deyja sko frá stimpla sig út þannig að það er strax líka þetta að fara að tala um framhald en hann er náttúrulega Kreger er rosalega busy náttúrulega hann er Resident Evil Resident Evil reboot það getur verið hættilegt fyrir hann sko en ég meina maður með þessar 2 myndir undir beltinu þá hefur maður alltaf svolítið að trúa á svo sko, mér finnst þetta alltaf að finna því að svo á hann sko bíómynd sem heitir sko Mismatch sko sem er bara einhver allra versta kvikmynd sem hefur nokkuð tíma verið gerð sko já, bara við erum að tala um eitthvað svona hangover, eitthvað svona bootleg útgáfa af einhverjum karakterum í hangover sem einhver svona, bara horfið á hana við tækifæri, við einhvern tímann í einhverjum bústað með strákunum settum við þetta á vísu í bjór og við hættum eftir svona 17 mínútur svona, þú veist, skilur, þetta var og við vorum að reyna markast að leita lélegri mynd til að horfa sko, en bara áhugavert skilur bara hvernig þessi gæði hefur þroskast í eða kannski bara fengið tækifærin til að gera það sem maður vildi skilur, ég ándurs, strákar, þetta er besta mynd sem ég sé á þessu ári sko. ég held að þetta er mynd ás hinga til þetta er Oddur sem segir þetta Oddur hérna Scary Cat sko. ég er bara rosalegt statement sko. Það ekki, þetta er rosalega þetta er bara rosalega góð mynd ég veit ekki, það er alltaf verið fókus á hryllingu, ef það er hryllingur þá er það B eða C eða lélega framleiðsla sko, það er til dópi bara sko ógeðslega góðum hryllingsmyndir sem eru líka góða bíómyndir og þetta er bara góð bíómynd en var ekki mikið af fólki í salnum hjá ykkur? Það var alveg fullt hjá mér alveg stappa í bæðaskiptinu og þetta er bara svona sístu 3-4 skipt sem ég fari í bíó og þá bara mér finnst það að fara að vera að þrengja að mér sko, maður er svo vanur í að vera ég er bara einn með salin sko. Þetta er alveg bara, þetta er mjög ánægilegt þannig að það er svo að sé eitthvað
Mér finnst ég frekar upplega það þegar ég fór á Fantastic Four, þá var bara enginn í bíó sko. Já, ég fór alltaf mjög snemma á hana sko, þannig að það var allt stappaði kringum mig sko. En ég svo sem hefur svolítið gert að fara að í glæsisali, skilur, það er alltaf miklu minna já, miklu færri sæti, skilur þannig að maður er alltaf einhvern veginn umkringdur nema þegar maður tekur einhverja 2 sýningu, eitt, skilur, ég hef alveg gert það líka síðastlega ár, sko. Já, ég veit ekki hvort það eitthvað tilvílun, ég hef síðustu 2 skipti hef ég farið á 3. degi, sko, það er eitthvað svona tilboðsdæmi, sko, en ég hef líka farið áður, undanfarið á 3. og verið í tómum sölum, sko, en svo náttúrulega er þetta kannski, maður er kannski bara að sjá bestu myndirnar, sko, allt fyrir núna. Og svo verð ég náttúrulega komið að, sko, Stephen King er búinn að kveða upp sinn dóm á X og hvað segir hann? Wow. Og náttúrulega bara, það er náttúrulega allir sem hlusta á hann þátt vita að Stephen King er náttúrulega í helgramanna tölu hérna. Jú. Sko, hann segir bara, weapons, confidently told and very scary, I loved it. Wow. Þetta er the man, sem maður segir þetta. Hann var líka alveg ógeðslega hrifinn af, Barbarian. Jú, hann þekkir sinn hrylling alveg. Þú fær ekki mikið betri meðmældur en þetta. Það er pínu staðan, sko. Algjörlega. Nei, það er ekkert, sko, það er eitt sem að mínu menn í Red Letter Media, þess að kvóta þá alltaf, mér finnst þetta svo finnir og skemmtilegir. Það er eitt sem að eina þeirra gagnrýni var hvað myndin væri, sko, hvað myndatakan er dimm. Þú veist, þetta er bara eitthvað sem fylgir nútíma kvikmyndagerð mikið og bara nútíma stöðlum og svo framvegis, sko. Já, það er bara allir DPR í heiminum vilja hafa eins litla byrtu, þú veist, að vinna sérstaklega svona mynd sem á að vera eitthvað moody og eitthvað, ég ætla ekki að vera að tjá mig ómikið, þau þurfa að fá sérfræðingi það, ég skal tala við ykkur framlýsluna og leikstjórnina, sko, bara ekkert mál, en það er náttúrulega, ég veit ekki hversu oft maður hefur heyrt að það og sagt bara, já, er þetta að taka niður, getur aðeins lækka kílætið, skilur, getur við fengið Þú veist, þeir vildu meina, þeir hefðu bara átt erfitt með að sjá sum atriði bara sem hún gerði sem myrkri í sínu. Ég er ósammála því. En þú veist, kannski eru bara kvikmyndhúsin þar sem þeir eru, þú veist, þeir búa í Milwaukee eða í Bandaríkjunum, kannski eru þau bara kvikmyndhúsin og lélega. Þau þurfa bara að rulla sér til Íslands og taka þetta hérna. Taka alveg IMAX-sal hérna. Já, svo eru þetta einhverjum svona fler perrar, skilur, vilja bara sé lensfler og öllu og eitthvað, ég get alveg trúið því líka. Þannig að þið sáu alveg allt, þið eru ekkert sammála þessari. Hvað þetta verið að væli yfir eitthvað svona? Þannig að þið langar eitthvað að fá eitthvað YouTube hits með að vera ógeðslega progressífur og reiður og eitthvað og svo bara finnur ekkert nema eitthvað þetta? Nei, þetta var reyndar, sko, já, einmitt. En þetta var svona eina sem þeir höfðu að segja, sko. Þetta er eins og sama umræð með Game of Thrones, munni. Já, það reyndar, sko, strax bara, ég get alveg tekið aðeins upp hanskan þar fyrir þeim að minnsta kosti því að, ég horfði á það einu svona ekki nægilega vel lístur, blakt á drými, skilur, það var allt og mikil byrta inni á mér og ég sá bara svona ákveðin atriði, skilur, en þegar maður heitir í kvikmyndahús og horfa á mynd sem er eins og Weapons, hún á bara að vera darkly lit og pínu erfitt að greina hvað er í gangi í ákveðnum skuggum og ákveðnum svæðum og eitthvað, skilur, það setur bara svolítið mikið tónin fyrir Ídinundir óöryggi því sem ára þú ert ekki alveg nærið, ekki greinir ekki alveg þér á ekki að líða eins og þú átt ekki að geta séð alveg allt, skilur, ég meina það eru sterkustu svona minningar mínar af einhverjum hryllismyndum eru þar sem eru, þú sér móta fyrir útlínum en hún er ekki að greina hvað vera þú ert að horfa á, skilur, það er rosalega sterkt svona myndmál, skilur, sem að mér finnst ekki með að tínast af því að einhverju gæjar á YouTube er að drulliðu það að lýsingin sé ekki nógu góð, sko. En já. Svo er líka þetta klassíska með myndavélina, sko, hún er alltaf alveg í bakinn á þér, sko. Persónan veit ekkert hvað gerist aftur sig, þó þú myndir alltaf sjá eitthvað þú værir in real life, sko, og þetta verður svo klaustrafóbískt, sko. En þetta var líka eitthvað reffi, sko, þegar hann var alltaf að summa inn á hurðina á húsinu, þegar hún opnaðist allt í hennu. Svo var bara myrkur. Það var líka reffi í einhverja gamla hryllingsmynd, sko. Sem að ég náttúrulega kann ekki deila á en hvað fær fólk til þess að fíla þessi brauðatriði samt? Ég verða að spyrja, ég horfði bara á þá mynd, þú veist, ég horfði bara á þetta með hendurnar fyrir andlutinu, sko, ég gat ekki og svo svona á hliðina því ég bara, þú veist, ég var of hræddur. Ég held að þetta sé bara alltaf sem ég segi alltaf, þetta er bara þessi meðferðarvinkill í hryllinum, sko, og þú þarft á, þú kannski veist ekki á því, en þú þarft á því að halda að bregða og verða hræddur. Þetta er svona eins og að fara í kaldapottin. Já, kannski ekki svo. En mér finnst alltaf slóbörnið verra, sko. Þegar maður haldið einhvern veginn alveg í bara, sko, kvíða og ótta alveg mínútum saman, sko. Heldur en þetta búm, þó Úga búga, kallast það mikið þetta. Það er svona úga búga. Þegar Norni var fyrir ofan rúmið hennar, sko, það var þá í salnum hjá mér, þá voru allir bara, það brá öllum, sko. Það var viðbjóður, sko. Já, ég veit ekki, ég er samt sko meira þegar ég kemur á horror, þá er ég meira svona
midsommar megin í lífinu sko. Þú veist, mér finnst ég minna fyrir jumpscare þótt að það svona, eins og segir það er alveg gaman að fara á myndir bara til að upplifa hræðsluna án ábyrgðar skilur, þú ert ekki að fara að lenda í neinu en þú veist, svo í midsommar, þú veist, mér finnst ennþá eitt besta atriði bara, þú veist, þetta er alveg klálega örugglega umdeilt, en eitt besta svona atriði fyrir mér í hryllismynd er, þú veist, opnaratriði í midsommar þar sem að þessi systirinn er búin að leiða slöngu úr bílnum frá bílskúrnum og upp í herbergi á foreldrum sínum og síðan í andliti á sér þetta er ógeðslegt atriði þú þurft að fylgjast með þessu og þú veist nákvæmlega hvað er að fara að gerast en svo þú sér þetta þá heldist yfir með einhver svona horrific viðbjóra því að þú veist hún er að gera sjálfur sér þetta og fokkin foreldrum sínum og svona dót ég er meira fyrir þessa tegund af horror skilur þú svona almennt þetta er líka risna dýpra sko já þú ert úka púka í búið leið og bara já það er bara þið bregður og svo er það búið þú ert meira til í svona vanlíðan sorry, já, ef ég er að horfa svona psychological thriller horror type mysteria þannig, eins og í midsommar bara, ég elska að ég sjáu hægt og rólega hvað er að gerast eins og Ari Aster gerir það skilur. Á meðan eins og í þessari mynd er þetta miklu meira stundum er þetta vísur ekkert hvað var að fara að gerast eins og þegar hún kemur labbandi út með skærin skilur og klippir hárið að henni og maður var bara hvað er ég að fara að horfa og það var ekki slasserinn sko já, ég var að búast við einhverjum bara, þú veist, svo allt í hennu bara í gegnum rúðuna líka þegar maður sér, bara hana svo heyrir maður að opnast eitthvað fyrir aftan hana og maður heyrir, þú veist, í henni og höndina koma skilur, það fannst mér vera meira svona, þetta er tegundin af horror sem ég er hrifinn af skilur, og meðan að Úka Búka bara kemur og fer bara svona og þú veist, og þú færði þetta kick skilur og svo heldur þú bara áfram með næsta atriði en mér fannst hann líka gera það ótrúlega vel eins og tókst þannig að Josh Brolin þegar hann vaknar sem dæmi þú eru nýbúin að fá bara eitthvað slapp bara í andlitið skilur og fyrir sem bara beint yfir í slapstick comedy basically kjölfari bara what the fuck það tengir alltaf svo mikið við það moment það er ágættið dæmi sem nefnið þegar veran kemur út rúsinu með skærin og lofti og maður setur sér bara í Halloween stellingarnar bara Michael Myers er að útséra kennslakonunni en svo þegar þetta kemur svo hægt og klippir úr hárinu og þetta er ennþá, þarna ertu creeped out sko. Þetta er bara hvað er ég að horfa á og af hverju skilur af því við erum ekki búin að fá neina útskýringu þarna skilur ég náttúrulega sá varla neitt í þessu atriði því ég var með hendurna fyrir andlitinu sko en já bara aftur, hvernig þessi mynd er byggð upp og ákveðin atriðana er alveg svona groundbreaking þetta eru bara svo ótrúlega vel útsett einhvern veginn og bara ykkur svona uppáhaldsatriði Arnar, áttu er uppáhaldsatriði í þessari mynd? Já, ég meina allt við byrjum hinum einn, ég ætla aðeins að fá að melda þetta því að það eru alveg mörgarna sem eru þetta við erum alltaf nýbúin að ræða atriði sem að mér fannst alveg sem að bara creeped me the fuck out skilur við, en mér fannst líka bara hvernig við Garner er kynnt inn skilur við byrjum alltaf á henni inn í skólasalum basically það sem að inn í stóra matsalum sem er verið að fara yfir hvað er búið að vera að gerast og eitthvað og við fáum einhver svona hálgerða einhver svona klassíska ameríska courtroom drama, einhverja tilfinningu og svo erum við allt í hennu bara strax í kjölfara því farin að sjá að það er einhverja eldana og þú veist, það eru allt í kringum þegar hún er nýkomin heim til sín og horfa á Shark Tank og svo byrja dinglið og svo allt í hennu bara massíft bank skilur og þú tegnir alltaf búast við einhver en þannig að uppbyggingin af því er bara fullkomin fannst mér og svo þú veist þróast það náttúrulega út í ákveðið jumpscare þarna undir lokin skilur en það er bara uppbyggingin af því er geggjuð þetta atrið þegar hún er komin heim sko, með vodkaflöskundan sinni þetta er svo þrúandi og það er svo óttast svo þessa kon hvað í hverju mun þessi saklausa kennslukona lenda sko, og það eru í allar áttir bara, okay, er einn af foreldrunum að eldana heim skilur eru þessi krakkar sem að hurfu eru þau að banka skilur þú veist ekkert þú færð aldrei svona, þú getur verið það getur 4 hlutir verið að fara að gerast skilur þú veist í rauninni hverju sinni alltaf og mér fannst það alveg líka svona ætaki bætt aðeins svona íþrillega á þessu skilur svo líka það er náttúrulega þetta fór svo sko illa á jákvæðan tími sko því að þessi erfiði fundur hérna í skólanum borgarafund alveg og hún fyrir beint í ríkið og bara ég sko algin í mér alveg bara þú veist ok, þetta er það fyrsta sem ég myndi gera en þetta er það fyrsta sem mótt alls ekki gera og ég var líka bara ekki fara og kaupa vodka þú verður að vera með full F5 í nótt það er bara alveg 100% en ég skildi hana svo vel að bara, þetta er eina leið hvað er að gera? Herri, svo má náttúrulega ekki sko, mér er svo gaman svo náttúrulega hittum hún lögreglumannin
og svo einhvern tíðan setna í myndinni hún að labba með í ríkinu og það eitthvað kona fyrir aftan já, rosalega negla svo það bara kona þú veist einhvern veginn aldrei það eru alls konar hættur úr öllum áttum og þú nærði ekkert að leikgreina nákvæmlega þú veist, af því það er svo mikið í gangi þú ert að horfa á einhverja dramedíu framhjáhald og svo ertu líka með börnin eru horfin og svo ertu líka með og þar leiðandi eru þau ákveðin faktor sem getur verið að bara poppa upp hvenær sem þú ert með reiðu foreldrana hún síðan full það er svona ég veit ekki, þetta er bara vel leigir einhvern veginn frásögn á öllu leiti og þess vegna fannst mér líka að þessi kaflaskipting virka svo ógeðslega vel og bara, þú veist, fyrir þá sem föttuðu það strax þegar Brolin kemur að húsinu sem er að byggja og rauði litur hann á hurðinni ég var bara strax hann hefur fucking málað bílinn skilur bara, wits á bílinn hennar skilur og mér fannst það líka geggjað foreshadowing að það væri búið að taka mála wits á bílinn hennar og svo, þú veist, klukkutíma síðar eru að fá að staðfesta það er þess að Nord sem er umverulega öruglega sko, ég veit ekki ég bara mjög vel hefnuð svona bara heilt yfir, skilur já, svo líka bara, það er svona alls konar bara svona pælingar sem er ekkert í forgrunni bara eins og bara, þetta er náttúrulega bara bönns af foreldrum sko, mismunandi hvernig fólki er að takast á við bara missi, þú veist, Josh Brolin er náttúrulega bara brjálaður og bara hættir ekki að leita og pestra löggun alltaf og svo fyrir að tala við sko annarsett af foreldrum sko, og mann halda að þau allir væri bara syngi, þá eru þau já, nei, við viljum bara mamma rekkur bara alveg tilbaka klikkaði pappi einstrákun sem kemur og vil fá að sjá ring upptökurnar á dýrabillinu og konan hans náttúrulega löngu komin á þessu og hann að sofa í byggi svona sinns og svo farið líka aftur bara algjört, ekki beint slapstig en þú farið komedíun aftur þar þegar hann er nýbúin að tala við mömmuna sem hann vildi ekki hleypa honum inn og svo bara hinkir hann bara á planinu og svo bara næsta skot bara I gotta ask you something og svo bara klifti yfir í hana bara ógeðslega fílda og sjálfsög okkar maður Justin Long hann er alltaf í öllum myndum hennar ég er mikill Justin Long maður bara alltaf verið það en ég er svona, þegar fór líka myndina þá sko þegar ég átti að spyrja mig upp á atriði sko, mér fannst nú bara fyrst bara rúmi klukkutími bara vera bara eitt geggjað atriði maður var alveg bara í einhvern veginn en svo fannst mér sko hlaupastíllinn á krökkunum og Wong og þeim sem að voru undir Under the Spell vera alveg hilarious og maður sagt, það er búið að finna upp hallarslega hlaupastílinn hjá Tom Cruise þetta er alveg ótrúlega sko þetta er ótrúlega hlaupastíl og svo sko þegar Brolin fattar það mér finnst það svo ógeðslega gott ég hef aldrei séð hlaupa svona ég kannast nú við þetta sko þá var hann búin að sjá þetta hjá krökkunum í eftirlitsupptökunum bara liggja yfir þessu gæslega að fyndi alveg rétt og Wong að taka sprettin var alveg var hann klikkaður með augun líka það var bara sjóna þau þetta eitthvað komið þangað og svo aftur þegar þau eru náttúrulega í blá lokin að elta Gladys út allt ég var að hugsa það er svona hlaupi gegnum húsin hjá nágrunum sko. þetta var algjört oh my god, there's a man þetta öskra þessi gæi er alveg klárlega undir einhvers konar influence frá og ég segi þetta í fjórðaskipti sem blessa þetta Edgar Wright þetta er svo mikið hans meiri sér líka þeir rýnið í klippustílinn sko, hvernig hann fer frá degi til nætur og fer á milli og myndataka líka alveg, hann er með áfasta kamerur á alltaf þegar lögreglan eða Brolin eða hver sem er að setja í bíl við fáum aldrei alla hurðina að vera að lokast en við fáum skellin í lokin og við finnum kameran hristist alltaf sem að líka er smá svona það er ekkert gert til að vera taka þig úr jafnvægi en þessi tegunda kvikmyndatöku hún gerir það alveg stundum sko og í öllum svona aðstæðum reið lögregla að slamma hurðinni og við fáum bara smellin og hvernig hann klippir þetta saman en þetta lokaatriði er bara þetta öskraði bara aftur sjána þetta eitthvað Edgar Wright type beat sko. Þegar nú hef ég bara séð myndin einu sinni var hún ekki alveg öskrandi Gladys eða Nornina? Jú, alveg hún og krakkarnir alltaf á eftir henni bara sem hann alltaf gerði þetta ógeðslega fyndið og líka það er eitt atriði þegar eina stelpunum þess að þú ert alltaf býð eftir hann klippi og mér finnst bara svo geggja að fá þetta því að og ég hugsa bara, djöfull, lítur krakkin að vera með gott stuntabúla því að það er ekki séns í helviti að hún hafi gert þetta sjálf en þá sérst Gladys hleypur á undan lokar hurðinni og beið til hægri og við bara fáum förum þá frá sjónarhótti Gladys og yfir á stelpuna og hún bara hamrar í gegnum hurðina hleypur síðan áfram í einhvern aðra hurð þaðan, og Gladys hleypur í hann aðra hurð og lokar hún í gegnum gluggan og þetta er allt bara one shot og þetta er rétt áður hún síðan nær bara áður hún fyrst að stefna nærinni á planinu fyrir utan húsið þar sem hún síðan bara er rifin í tætlur og ég var bara
hvaða adolescence töku kjaftaðir í ganga þetta er rosalegt og bara hvaða krakki er þetta skilur, hvaða ofur menni er þessi 11 ára stelpa hérna sem að hlaupa í gegnum einhverja jú, alveg klárlega sérstaklega útbúna hluti en þetta er rosalegt action sequence sko. Svo þeir krakkarnir á henni fara að rífa hann í sundur sko. Og við fáum að sjá allt bara dottin í bara kvartir, þetta bara svona miðalda bara aftaka bara bara, þetta var bara Game of Thrones bara inn með augun og svo bara tosa andlitið í sundur ég var bara shitturinn sko. þetta var svona geggja skilur ég þetta var eitthvað búið svo að finna þetta var eitthvað svo satisfying þetta var svo fullnægjandi á taktu örlögum þínum helvítis norniðin og það er líka einhver svona romantík í því að krakkarnir þegar þú rýnir í einhverja gamla svona einhverja norðarsögur það er alltaf að vera að lokka börnin einhvert skilur Hans og Greta og bara allt þetta skilur og svo eru þau einhvern veginn að traðka á henni og skilur og rífa hana í sig í lokin ég var alveg að það er eitthvað poetic við þetta líka skilur Svo þurfum við að minnast á sögumannin litlu stelpuna sem hann segir okkur frá í byrjun og segir frá hlutunum í lokin Þetta var mjög að geggjast það er svo góð umgjörð sko. Þetta er einhvern veginn ekki hún stendur fyrir utan þetta þessi stelpa hún er ekki persóna hérna fyrir 2 árum í bænum mínum og í skólanum mínum þá gerðist svolítið skrítið og er líka ég man ekki hvenar ég sá seinast bíómynd þar sem að narratorinn er barn skilur og mér fannst það alveg neðið að byrja þá fékk ég strax smá gæsahúð því það er eitthvað pínlítið óþægilegt að heyra svona vel til bara venjulega stelpu vera að lýsa fyrir mér því sem gerist í bæjarfélaginu sínu líka á svona barnslegan hátt og það einn á milli var sagði hún hún notaði eitthvað svona lingu ég man ekki nákvæmlega hvað hún sagði en hún notaði lingu sem að 11 ára krakkar eru að vinna rosalega mikið með í dag og það gerði einhvern veginn rosalega mennst fyrir manni og creepy bara rosalega creepy það er þessi faktor við að hlusta á ung börn lítil börn tala er náttúrulega svo honest en svo er það líka svo skreitin sko og þannig að þú getur líka að fara í efast var þetta alveg svona svo þessi endir sko þegar hún segir foreldrar hans eru ennþá að hvernig lýst hann þessi foreldrar hans ennþá að borða súpu ennþá að borða súpu en það er ekki lengur hann sem matar þau og svo eru sumi krakkar byrjar að tala aftur árið síðar einmitt Já, það var nú eitt krípáttunni helvítis Campbells kjúklinga dósasúpan þegar ég sko hata ég vil bara alla mat og er matfóbiskur og ég var að fara að vera sko bara óglatt ekkert í matinn nema Campbells og svo strákurinn að ausa þessi upp í foreldri sinna það var alveg að snerist í mig mægin sko ég átti eiginlega erfiðast með það Greið strákurinn alveg fórnalamb í þessu máli sko. já, og beittu náttúrulega þessi tífisku taktík þegar fullur fólk er að brjóta á eða kúa börn ég drep foreldræðina ég mistur foreldræðina og segir eitthvað það atrið þegar hún letu stinga sig með gafli ógislegt sko. Mér fannst þetta, það er rosalega margir leirar sem eru áhugaverðir sko. Algjörlega og talandi Netflix hann á hann og þessa leiðinda mynd að Josh Brolin sko, hann segir að Weapons er the antithesis of boring streaming content that's all the same shit Þetta er að vel orða það er bara hárrétt líka hann er algjör meistari sko. ég vona líka sem bara að stúdíón fara að færa sig meiri þessa átt eins og hefur að gerast í ár skilur, eins og snert á með Sinners í áðan eitthvað svona original pieces sem eru ekki bara blockbusterar en eru samt núna að performa betur heldur en margar Er þetta ekki met ár núna fyrir original myndir? Jú, þeir eru að minnstakosti á Warner ég var að lesa einhverja grein bara fyrir 2 vikur síðan að þeir eru farin að shifta fókusinu sinum eiginlega yfir það að þeir ætla að ná 15 original myndum á ári sem eru þá svona lower bracket myndir eins og bara að því að bara það sem er að gerast eins og með að Nora skilur framleita á 4,6 milljónir dollara að fá bara nógu öflugt starlegt til að leiða það og vera sem bara með góða sögu og náttúrulega síðan prúfin vissulega leikstjóra á bakvið skilur í þessu specific svona þessari tegund af kvikmynd skilur þannig að ég vona bara að þetta haldi áfram að verði þá ekki bara 15 á ári en það er að tala um að setja meiri peninga í þessar smerri framleiðslur en það held ég nú sko að stúdíón ætti að fara að hugsa sín gang alvarlega með þessar stóru blockbustera því að það er eitthvað svona högt í bíóásökun en þetta er svo dýrt að
Superman er búin að ganga vel þetta er alltaf að ganga vel en þetta er ekki að fara að breyka even einu sinni þetta er alltaf, þú veist, að skila tapi hann er bara svo galið þó að sé með bara fína aðsókn sem er ekkert að setja út á þetta er alltaf dýrt það er ódýrt og bara, þú veist, það er bara sorry bara, Brad Pitt og það er bara aðeins að taka launalækkun og samt hefur það svona bitna einhvern veginn á tæknivinnslunni oft í myndum og grafíkinu stundum ekki eins góð og hún var fyrir mörgum árum og það er bara örari þú veist, tímalínur maður sér þetta líka alveg heima hvort sem það er einhverju dagskrárgerð eða hvað, þú veist, það þarf alltaf að gerast á innan við einhverju settbís tímum þótt að sé kannski ekkert endilega að bíða eftir þú veist, þeir sé ekki endilega að bíða eftir en það mætti, ég myndi frekar taka það á mig að bíða í 6 mánuði eftir, þú veist, ég veit ekki hvaða bíómynd það væri, tökum bara eitthvað Marvel, bara Dr. Doom eða eitthvað svona, Avengers Doomsday skilur, ég myndi frekar taka á mig að bíða í 6 til 8 mánuði viðbót og fá þá bara aðeins meira complete bíómynd, frekar heldur hann að þessi vera að keyra út í massavís til að reyna að ná einhverjum miðasölu og mæta einhverjum revenue quote sem þau verða að ná og svo líka verður að ná þessu innhelst bara á fyrstu 2 vikur með eitthvað áður en það fer að spyrjast út að þetta sé drast þetta er líka eitthvað og svo er alltaf verið að lesa upp þú veist, helgatölunar eins og lottotölur skilur, þú veist, bara ég er bara meðvitað að kvóta The Holiday en þú veist, það er alveg þreytt að það sé alltaf verið að bara þú veist, myndin er flop að því hún fekk $48 million helgina og það er ekkert verið að spyrja hvort að myndin sé góð eða ekki, það er bara fór og nefir náðum þessu þú veist, sölumetti eða ekki skilur, það segir ekkert til helvítis nýkapitalismin alltaf þeir fara að bitna á framleiðslu á góðum bíómyndum og þegar gæðin eru ekki mældi í neinu nema dollarum ég meina, var ekki líka, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var, ég man ekki hvort það hafi verið The Substance eða einhver annar mynd núna í fyrra eða hitti fyrra sem var bara búið að afskrifa alveg sem flop svo bara allt í hennu voru bara 3 eða 4 einhverjir kritikera sem bara mættu í viðtal bara, nei, þetta er besta bíómynd sem ég hef séð síðast liðin 5-6 ár og þá bara skyrockettaði meira svona aftur skiluru en þá, og þeir keyptu aftur þá reruns í einhverju kvikmyndahúsum skiluru og þá var hún ekki, og þá samkvæmt skilgreiningunni á stúdíónu var hún ekki lengur flop en þú veist, þetta var samt geggjur bíómynd skiluru, þetta er svona ótrúlega skrítin svona einhver lína sem að stúdíónu verða að dansa á því auðvitað þurfa þau að græða peninga og svona fórstandar fyrir þessu en á sama tíma þá ætti góð kvikmynd ekki að líða fyrir Nei, og líka þegar svona myndir að byrja strax að túlka þessa töl þegar myndir tank oft bara flopp í Bandaríkjunum en svo þá eru Evrópa eftir sem það tekur oft bara myndunum alveg bara opnum örmum og þá er alltaf snúast töluna við og ég meina, svo er alltaf ákveðin stúdíó sem eru alltaf bara farin að gerast það er alveg ástæða fyrir að við erum að fá Transformers 300 eða skiluru af því það eru síðan bara orðin einhver svona basically auglýsingaskilti sem eru bara byrta í Asíu ég veit ekki hvort við veitum mikið það er bara, við sjáum þetta ekki en hvað heitir þetta branded entertainment pælingin er tekin alla leið þar af því að það eru auglýsingaskilti á öllum römmum grínlust liggur við í til dæmis transformumyndunum og þær eru að performa langbest í Asíu sem dæmi þannig að svona ef stúdíun getur farið þá leið, það bara vera bölkframlega einhverja þannig bíómyndir með bara með einhverju adbæs upp á fleiri 10 ef ekki $100 million en gefið okkur síðan, þú veist skilur við Anora og Nosferatu og skilur við bara einhverju svona ógeðslega fallega Robert Eggers, þú veist Ari Aster, skilur við eitthvað Þetta er náttúrulega bara líka þetta er með svona hnignun náttúrulega þegar áherslan er komin einmitt bara á þetta þetta er saman að gerast í okkar brannsóttir fréttunum þegar fréttamatið fara að byggja á tjartbítinu og músasmellum það er mjög rutt handónýtt frétt er frábær frétt af því að flestir lásana það er fálega vilja að færa einhvern veginn sjónarhornið að svona gæðamati er orðið mjög skakt af því að það á ekki að vera bara fast food skilur hvað myndir eiga að vera fine dining en er ekki Weapons að slá í gegna? Jú, og hún fór náttúrulega rosalega verið að stað og svo sá ég hún svona hægði lítið á sér milli vikna hún er going strong hún er búin að taka svona bombu en heldur áfram að gera gott en svo er þetta alltaf sama með Hollywood allavega nú kemur eitthvað svona eitthvað tekur séns og gerir eitthvað þá elta allir þannig að þetta vera ferskur er alltaf erfitt þetta er alltaf allir komnir og allir að græða því saman og ég meina þú sér þetta bara með allar tegundir af bara það var á A24 hefur náttúrulega verið mjög svona dominant líka á velunaháttíðum og annað nú finnst mér einhvern veginn öll stúdíóðan verið að fara að gera A24 bíómyndir skilur sem er alveg áhugavert að fylgjast með þegar maður er búin að þeir hafa alltaf verið uppáldi hjá mér skilur bara frá því að maður sá hvort það var, ég man nú ekki hvaða mynd það var fyrst sem ég sá hér Hereditary eða Ex Machina hvað hann var en við bara
veist, já, og bara Uncut Gems, veist, maður er búin að sjá 3 ára, 4 útgáfur af því skilur bara síðan hún kom út þannig að já, ég veit það ekki þetta kemur alltaf í guðsum, mann bara Tarantino komið Reservoir Dogs og Perfection og svona slitna sögur þráin og þetta sko, þá voru alla myndir að vera með sko, hérna, flashback og slitin sögur þráin og það var orðið klísjan og The Henchman hérna í bílunum sem að ræða sín á millum eitthvað allt annað en verkefni dagsins og svo allt innur mættir inn í, þetta er bara orðið generic í dag sko, en er alltaf frábær format, skilju, frábært format segi þetta er samt svona, ég veit ekki hvað við vorum að fara yfir eitthvað listaátur hérna í þarsérstætti með eitthvað aðsóknumestu myndir einmitt það var rosalega mikið af sko, eitthvað Roman numerals eitthvað, framhald eða reboot og eitthvað, þetta er náttúrulega sad en þú veist, þetta er fyllt af góðum hugmyndum á þér en svo er alveg hægt að gera þetta vel Naked Gun er fyrirtaks reboot sko. samanlega því og just, ég var alveg til að horfa á sko, Rambo upp í sko, Rambo 77 sko, en það er þá bara ég og kannski einhverjir 5 aðrir dúttar sko, það þreytist náttúrulega og náttúrulega öll stúdíu náttúrulega búin að hengja sig á einhverju ofurýttu koncept síðastliðin áskilur með skoðum árangri það er náttúrulega ótrúlega til þess að er ekki hvað Toy Story 5 held ég væntanlega sko. spjaldtölunan takir elsta barnið mitt er ára eldri en þúotur og ég fóð með hann á Toy Story sko, fyrir 27 árum og það sé ennþá var hjakki í þessu en að samanskapi kemur fyrir utan þess að 4. Toy Story mynd þá eru allar búin að vera frábærar þeim hefur tekist að halda að The Magic var í 2 og 3 svo kom eitthvað var ekki 4 allt í lagi en hún var langt fyrir neðan sko. það var ekki þetta Magic maður fekk ekki hjartað eitthvað neginn af svona krúfnesi sko. ég hlakka samt alveg til að sjá hvernig þið takla þetta spjaldtölu svo er það spennandi sko. iPad versus leikfeng sko. En já, þannig að við erum ánægð með þessa mynd og framtíðin er bara freka björt þegar Oddur og Stephen King saminast að mæla með mynd þá er hún þetta er klálega besta mynd sem ég sé á árinu sko, svona frumlegasta sko. Þú veist ekkert hvað er að fara að gerast og það er langt besta fólk sem hefur ekki séð hana þú veist fara á hana og veit ekki neitt sko. það er bara geggjað dæmi sko. Ertu að fikra því að wrap it up? Nei, sko, ég er bara aðlega með samskipið að við kynntum Arnar ekki alveg nógu vel, sko. Við sögum bara að vera framlegandi en þú ert náttúrulega búin að vera í sjónvarpsþáttagerð og alls konar á Íslandi, sko. Já, maður. Þannig að þú veist hvað þú ert að tala Ég hef mjög mína skoður Já, þekkingu, og þú voru alveg klárlega allavega meiri svo fagþekkingu svona á sko þeim hluta kvikmyndagerðar sem að við Oddur vitum ekkert sko. Já, ég meina framleiðsluhliðin er náttúrulega mjög spennandi og það er mjög áhugavert að fylgjast með eins og segið, þess vegna kem ég líka kannski svolítið sterkt inn og að mér finnst þér á vöndun á einhverju svona meira original content, ekki bara einmitt einhverju reboots og endurnýtingar á gömlum konseptum eins og bara gömlum eða einhverjum uppbyggjum svona blockbuster franchises skilur, maður er alveg pín þreyttur á því og maður hafði alveg framleitt franchise sjónvarpsseríu á Íslandi skilur ég segja það ekki, mjög flotta en en þú veist ég veit ekki ég er mjög djúpt inn í öllu sem snýr að kvikmyndatökunni og framleiðslunni og þess vegna finnst mér líka gaman að sjá þú veist, bæði eru við erum búin að fá á núna senstu 12 til 18 mánuðum, við erum búin að fá sko, Oppenheimer, Nosferatu, við erum búin að fá Sinners, við erum búin að fá núna Weapons, við erum búin að fá og erum að fara að fá Paul Thomas Anderson núna nýja skilur sem ég held að verði sérstaklega tökulega því hann er alltaf með áhugaverðar einhverjar pælingar þar en við erum að fá rosalega flottar original pieces skilur þú veist og Substance og Anora náttúrulega líka á þessum 18 mánuðum við horfum í það við erum að fá geggjaðar original bíómyndir og þess vegna svona já fari kannski að lasta aðeins hvernig stúdíónur eru reikin en það er svo gott að það séu slá í gegn þessar myndir sko. Já það er rosa sterkt já sýnir bara að það er miklu meira svigrúm til þess að gera spennandi hluti, skilur það er rosalega safe fyrir Disney að fara bara í að borga Robert Downey Jr. $150 million fyrir Doomsday, skilur og Secret Wars, en það er miklu meira juicy þegar það koma góð original pieces þaðan, skilur sem að við sjáum eiginlega bara mest í gegnum Pixar, skilur ef við fyrir með eitthvað að rýna í Disney, skilur Pixar er nú í smá vandræðan já, alveg smá brekku nýja myndin, hún sló vist ekkert í gegn hún bara hvað Elio já, ég held hún að við underperformað alveg þannig sko, ég held hún að velja break even sko, ég held að það alveg staðan en bara, þeir eru bara alltaf að leita að næsta Frozen skilur, ég segi það ekki en svo eru það samt líka að gera geggjaðar hluti eins og með Andor þættina, mér fannst þeir geggjaðir það er fyrsta svona original Star Wars það var sko í Star Wars heiminum sem er mann náttúrulega mjög kær þetta var verið djart sko það var verið að taka sjensin og bara fara í aðra átti og gera bara svona einhvern veginn klikkaða, jarðbundna hluti einhvern veginn á opaslega flottan hátt sko. Nei, algjörlega og bara, einmitt, og bara svona
hvað ég segja, svona gera í rauninni þetta universe og þetta bara gera The Rebellion rosalega mennska, skilur þú allt í kringum þetta og ég meina því þú hefur séð þetta í einhverju útgáfu í, mér fannst þið pínlítið vera að horfa á bara einhverju svona aðeins meira kid-friendly útgáfu af The Wire bara rosalega oft, sko, bara eitthvað svona það er pólitíkin er að inni, skilur og það er verið að, sabotage hinga og þanga og yfirvaldi er að reyna að klekkja á það er ógeðslega áhugavert skilur og eins og segja, þannig að þeir eru með rosalega mikið af sterkum IPs sem finnst það bara ekki vera nýta nægilega vel, Star Wars það er bara mjög gott dæmi skilur af því að maður sér það bara strax að það er risastór markaðar fyrir Andor og það er í rauninni bara hreint og beint original work og ég meina fyrir utan Andor þá er líka Rogue One örgulega mínum að þetta eina svona original IP sem er að taka út frá IP-inu sem er eiga, skiluru bara langsterkasta, skiluru. Er þetta ekki svona eiginlega fyrsta Star Wars-efni sem er svona þeir ákveða bara að búa til fyrir fullorðna? Það er svolítið fullorðna. Já, og kannski er það líka bara, maður er farin að, ég man ekki hvað mynd að vara sem ég fór á daginn, Jú, ég man 100%, það var Fantastic Four, ég fór á hana og það var Superman. Ég er alveg léttur Superman nöttari, ég bara original, Christopher Reeves takk fyrir og Brando það er síðan þá besti Superman mynd. Já, ég bara, maður bara sem krakki þetta er bara fyrsta svona alvöru ofriðinmyndin sem ég sá en svo fór ég núna á nýjustu og bara ótrúlega vel heppnuð, ég segi það ekki ég ætla ekki að fara að lasta hana þannig en það rann upp fyrir mér á svona bara þegar það voru 60 mínútur búnar ef klukktími búin, þá var ég eitthvað svona, já ok ég er ekki lengur markhópurinn, ég verði líka að muna það ég er meira fyrir nostalgíuna og þegar maður eignast krakka þá kík ég örgulega oftar á þessar myndir í bíó skilur af því að ég er ekki ég á ekki vera að fara inn á þessar myndir og bara þetta var nú ekki alveg nóg þetta var ekki alveg spot on Þetta er mikið það sem ég líka áttum á að maður er alveg að eldast og þetta er kannski ekki allt alveg búið til fyrir mann sko. En eftir mjög mikla gúrkutíð að einhverju leiti í kvikmyndu síðastliðin ár þegar ég var heldur ekki hrifinn af Nomadland og öllu Ég sá hann aldrei Nei, bara slepptu því sko Ég heyrði bara að hann væri ógeðslega boring Já, hann er rosalegur slow burner og með engu góðu plotline er bara ekki til staðar skilur Minna Kolla Bergþór sagði minnst að tala um þetta væri bara leiðilegasta mynd sem hún að síðan og en við erum búin að vera að fá að minnsta kosti finnst mér síðastliðin svona 2-3 ár höfum verið að fá rosalega mikið af góðum original eitthvað svona set pieces sem að eru svo vonandi að ná að skáka aðeins þessu stóra fransæsdóti skilur og stóra fransæsdóti er bara í vandræðum sko. Marvel, DC er reyndar að koma núna einhvern veginn tilbaka en Marvel þetta segir sér komið tilbaka þú veist ég aðeins búin að gera eina mynd en svo eru bara Marvel að veðja öllu á grænan okkur núna sko. þú veist það er bara Robert Downey Jr. þeir eru bara að vona að þetta trekki alla þá sem að voru búinir að afskrifa þetta koncept bara alveg skilur þannig að það verður líka mjög áhægt og ef hún underperformar þá held ég að það verður búið það verður shiftið að minnstu kosti alveg endanlega aftur sett á bara jú, við látum þetta ofriðtu dót malla skiluru en það er alltaf risastór markaður en eins og segi, bara bottanlega mitt er bara, mér finnst það bara sem framleiðanda finnst mér geðveikt að sjá að einhverjum svona original pieces eru að fá miklu meira svigrum og svona bara, og líka bara nýi leikstjóra núna, svo sem ekkert nýr hann krækjar skilur þannig en svona allt í einu orðin það er verið að rétta fram þetta er bara eins og bara Robert Eggers var fyrir nokkur árum síðan skilur, núna er hann bara farin að hann er bara svona indie svona dæmi, þeir eru að koma inn og ég meina, bara allt í einu eru líka bara fann að sjá miklu fallegri myndir fyrst mér líka ég veit ekki hversu miklir aðdándur þið voruð af Nosferatu bara sagan er bara klassísk og aftur bara það er alveg að endur nýja einhverja gamla bókmyndir en en kvikmyndatakan þar mér finnst bara ótrúlegt að hún hafi ekki unnið bara til frekari metóda heldur sem er rammarnir eru alltaf bara piece of art sko. Það eru bara listaverk það nefnir Nosferatu Dóra kærasta mín sem hún stundum gestur í þáttum hún á afmæli í dag 40 ára til hamingju með hana 2 senda kveður en veitir hvað við ætlum að gera við erum bara að fá pössum fyrir strákin við ætlum að rúta að borða það svo ætlum við heim að horfa á Nosferatu það er þannig hún býr bara Blu-ray-diskurinn býður hérna Akkur leiður ekki bíósal það hefur verið rómatist ég skal topa það veitir hvað ég gaf henni afmælisgjöf svona algjara replika af eyrnalokkunum hennar gellu úr myndinni okay. bara Nosferatu ég held að vera að segja að þú hefði gefið henni
man-size repliku af Nosferatu. Nei, ég reyndi að panta svoleiðis Cardboard, sko, en þeir vildi ekki NBC Store vildi ekki senda það til Ísland, sko. Já, Cardboard, sko, ég var að tala bara svona alvöru, bara svona full, þú veist, Nei, hún er alltaf óþægilega hrifin af orlok, sko, ég látið pappan duga, sko. Þessi mynd bara, hún frábær. Já, og þetta, þetta það sem gerist þegar við leifum, þeirra stúdíóin og þeir sem, ekki bara stúdíón, það líka bara sjálfsagt fjármagn sem kemur inn í svona verkefni, sérstaklega út í Bandaríkjunum, eða bara í þessari senu globally, þetta sem gerist þegar að, ungir og efnilegi leikstjórar fá tækifæri til að taka einhverjar svona taka skref inn í hennan stóra heim, skilur, því að þú sérð bara frásagnastílinn hans og tökustílinn hans í The Witch bara brilliant, skilur, en svo þú ert komin í, bara innan gæsalappa, big budget bíómynd sem samt ekkert big budget í stóra samminginu við það sem við verðum að eyða í sérstaklega þessi stóru fransessi, skilur. Ein spurning varðandi þetta bara og kvikmyndadæmi, sko, ég held einhvern veginn núna og það kannski bara á leiðinni holskeflan, munum eftir Barbie. Já. Bara eftir Barbie þá bara heyrðu, það að fara að koma Mattel það að fara að koma bara Kool-Aid mynd, það að fara að koma þú veist. Minecraft myndir komin alltaf. Já, Minecraft, og Uno mynd muni, það var fullt af svona hugmyndum við ætlum að koma með Monopoly mynd við erum samt alveg að sjá þetta, þú veist núna síðast, sko, þeir hann að gera rosalega góða hluti í formúlunni, bæðið með á Netflix með Drive to Survive, en núna nýverið gera það alveg verið að gera þetta, þú veist, bara, við sem erum kannski ekki búin að fá Uno bíómyndina eða hvað það en þú veist, Minecraft, Formula 1 Lego Movie, skilur við það farið, þetta eru bara risastórar auglýsingar sem bara búið að dressa upp sem afþreyingu, skilur við. Svo það svona fína mynd. Já, ég náttúrulega nefndi ekki að sjá Minecraft, en ég var að byrja ég var að reyna vinsalasta mynd ásins ég er alltaf að reyna að kenna Gursa litla sem er tryggja hálsás að horfa á bíómyndir ekki bara YouTube, og við vorum að byrja á Lego Movie í gær og þá bríðast upp, ég fór með eitthvað börnunum á hann í bíó, þetta bara skemmtileg mynd, þetta bara hún bara gegg ég ætla ekki að lasta þessa myndu per se yfirleitt það ekki svo Battleship og það eru svo ógeðslega og við höfum alveg ég hef alveg tilengað mér rosalega mikið það sem við köllum markað afþreyingu, skilur við, því að það bara góð leið til að keyra skilabóðin út, bara, Lego, þú þarft ekki að líta bara á Lego the Movie og bara áhrifin sem það hafði á sölutölur hjá þeim, skilur við, en ef þú ætlar að fara þessa leið, þá verður líka myndin má ekki bara vera heilalaus og þú veist og að fá Greta Gerwig Barbie var bara vel heppnuð að þýleitinu til líka að hún kemur á hárréttum tíma í Bandaríkjunum út, skilur, það var ég á vini sem að, og bara mikið af þekki mjög mikið af konum sem að voru að tala bara, það bara maður satt í kvikmyndasalnum og það voru bara stelpur að standa upp og klappa og réttindi kvenna svona, einhvern veginn vera að gefa því ennþá meiri vindundi væng, skilur, af því að það gleymist alveg þótt að við séum komið rosa langt hér, þá var þetta í alvörunni ákveðin tímamótaverk fyrir Bandaríkina á ákveðinu stöðum, sko. Það var bara mjög margir, ef þú horfir á hvernig svona ákveðinu trumpistatöluð þessa bíómynd, þetta var bara afhróð og þetta er bara vont fyrir samfélagið að þessi mynd skulle vera að koma út, skilur. Þannig að það er mjög vel heppnuð branded entertainment bíómynd, skilur, af því að það var þessi rauði þráður, þetta subtext réttindi kvenna og hvað skilur ég veit ekki og stöðu kvenna og tókst að vera skemmtilega það var brotur í einu ádela og svo var hún bara ógeðslega skemmtilega, bara svona jolly og bara alvöru, sorry ég grípið fram fyrir bara alvöru production level líka, Greta fekk leyfi til þess að fara í saumana á bara settisænin og annað, þegar þau eru að keyra bílinn eða eru að sigla, þar kemur hún á montast sem eru að ferðast til raunheima, skilur það hefur verið að gera þetta bara með einhverju einföldu CGI en hún fór bara í Wizard of Oz old school leiðina og fyrir viki færðu senu sem ég held að eftir 20-30 getur maður hort tilbaka bara, ég var til að gera eitthvað í líkingu við þetta, skilur ef maður fær peningin til þess af því þetta bara voru vel heppnuð framleiðsla, skilur Nei, ég horfði hana The Studio hana með Seth Rogen sem hann leikur hana, þú veist, hefur þú séð Studio þetta? Já, eðlilega gott, sko, það sem hann forstjórinn sem er náttúrulega okkar maður í Breaking Bad, hvað heitir náttúrulega aðalmaðurinn? Já, hann leikur hann og hann er bara, ég vil fá Kool-Aid mynd, núna, Kool-Aid mynd við viljum gera Kool-Aid mynd og hann bara, ok, gerum Kool-Aid mynd og það er einmitt út af Barbie, sko og gæslega fyndið Já, Kool-Aid myndin var hefðildi góða Scorsese það var svo gott, það var svo góður í Martin Scorsese Já, geggjar í þessu En svo það náttúrulega líka að gerast, að stúdíón að kaupa upp alls konar einhverjar, svona frá framleiðsluseginu, maður er oft fengið grænt ljós á þróun okkur dóti og svo bara skúffað geggjuðum handritum af því að það finnst ekki fjármagn, af því að það er verið að gera það er verið að borga
Robert Downey Jr. 150 miljonar skilur sem að, aftur, bara fair bara hann proven leikari en þetta stærsta staka payout sem að nokkur leikari mun fá og örugglega fyrir og síðar sko bara fyrir framkomi í kaupmynd sko þegar svo fara hann líka að bakendanum sko í prósentu sko Hann tvímælust sko sá úr hópi okkar óvirku alkoholistar sem hefur náð lengst Það bara top 10 hérna comeback bara allra tíma Hann var svo búin að einhvern veginn jarða sig svo fullkomlega sjálfur sko. bara búin að lendi skotar á þessu lögregluna sko, sem bara ekki gleyma því sko. Þetta var ekki bara fíkillinn sko, hann var líka bara glæpa maður Gali sko en það magnaði leikari og fullkomna endur komin að náttúrulega í fyrra þessast með Oppenheimer Herru, við erum að detta bara í 70 mínútur Hvað finnst ykkur um það? Það er, wow 70 minutes þetta svo langt? 70 mínútur eins og þættinir Þú ert ekki bara sáttu við það? Jú, ekki bara, erum við að gleyma ykkur? Já, örglega Þakka Rekus fyrir að hýsa okkur Já, algjörlega Það hefur ekki klikkað Nei. Það er aldrei klikkað og bara hægt að fræðast allt sem Rekus hefur upp á að bjóða í útlegu á skrifstofum og fundarherbyggjum á www.rekus.is Geggjað aðstæða Minnum fólki að kíkja á Toffólk líka Toffólk á Facebook Geggjaðar hópur, miklar umræða þar Þessi fámennasti Facebook-hópur Kvikmyndafólks á Íslandi en sá gáðasti og gáðulegasti Arna, við þurfum klálega að fá það aftur Já, bara endilega Og þú ert náttúrulega með mörg játni í eldinu Catch Up Creative, þið er að gera fullt af þáttum Já, bara, við erum með nýja seríu núna í september hjá RÚV sem heitir Hatur mæli hygglis með allir stillan á það þegar það kemur það verður mjög vönduð docusería þar sem við erum með alls konar fólk að mæta og svo erum við aftur til fortíðar hjá Sín ekki stöð 2 Ekki stöð 2, Sín en það vinnast þessu og bara það er margt í gangi, bara hann endilega en stilliðin sérstaklega á Hatur hjá RÚV við mælum með því Amazing Punktum það hjá okkur Heyrðu, já, það voru örgulega einhverjar tilkynningar og eitthvað en við bara geymum það næst þetta ekki verið ágætt tvöfaldur skamtur og tveir á topnum í einni viku Við erum bara að sprengja utan á okkur Við höfum aldrei verið með svona mikið efni í einni viku sem við bara gegja Fólk er að þrá þetta sko Heyrðu, já, samt ég nenni ekki að geyma þetta í viku Ég hef sagt frá sko, hvað gerir mikið fyrir mig að horfa á hryllingsmyndir þunglindur líður illa sem er oft en svo er ég búin að finna endur eitthvað sem er eitt sem er eiginlega betra það eru sko John Woo Hong Kong myndunar, ég var að horfa á Hardboiled bara í fyrrakvöld frá 92, hún er geðveik sko, þú veist, hafið þið séð þessa mynd? Þetta er einhver spennmynd Nei, þetta er Hong Kong þetta var bara, hann gerði svo geggjaðar myndir í Hong Kong, hann var fenginn yfir til Hollywood og gerði Face Off er náttúrulega besta sem hann gerði Já og þetta var kallað bara Bissu Balletta sko, þetta er Chow Yun-fat sem er aðal töffærin í öllum Better Tomorrow og Killer og alltaf og þetta er alltaf að skjóta og þú skýtur ekki mannum að tæma maka sín helst í 2 byssum og svo mikið og þetta er svo gloriously klikkað og ég var að horfa á þess að hvað er hún með 30 ára mynd bara fyrir 2 kvöldum og bara hvað mér líði vel maður þá satt skjótin líka bara einu meðmælum hérna í lokin af því að ég ætla 100% að horfa Hardboiled í kvöld en eitthvað svona gloriously galidót ég verða að fá að mæla með The Adventures of Ford Fairlane þetta er eina af mínum upp á Mr. Rock'n'Roll Detective bara hvað er þessi mynd? Þetta er The Dice Man, þetta er Andrew Dice Clay bara að vera misogynistic í bara 90 mínútur og þessi mynd myndi sennilega ekki fljúa í dag en sko ég sá hana, ég fór á hana 3 í bíó þetta er Ford Fairlane They call me Ford Fairlane, Rock'n'Roll Detective hann keirir á Ford Fairlane og náttúrulega er alltaf í bækarlettarinn sínu síreikjandi og er að leysa flóki sakamál hann er fenginn inn til að leysa ráðgátna sem snúa að allt frá grúppíum sem að dóu fyrir aldur fram og eitthvað svona bara, og bara einhver rockstjarna er týnd, skilur þá hefur Mr. Rock'n'Roll Detective fenginn inn, skilur hann er sem sagt sko hann vinnur sem sagt bara í þessum geira tónlistabrössum og sagði sko það er búin að reyna að drepa náttúrulega svona ég hefði getað verið Ford Fairlane Fisherman's Detective sko en þetta er Priscilla Presley og Ed Harris er hérna sem að Modern Family afinn hann kemur fram í henni og fucking Wayne Newton eða ekki? Jú, Wayne Newton og svo náttúrulega sko hann nú dáinn Gilfred Gottlieb kongurinn King of the Shock Jocks Susu Peddlers
Þetta er rosaleg mynd ég gæti ekki mælt meira með ef ég ætti að mæla með einni mynd bara til að horfa á þetta er ógeðslega, þetta er náttúrulega svo fyndið og þetta er svona bara konstant one-liner og rosalega náttúrulega mikið misogyni og þetta er svona ég er film noir maður og ég er að horfa á þetta og fatta þetta er Bogart þetta er bara hardboiled spæjararnir í einhverjum öðrum búningi og þetta er Rennie Harlin sem gerir Die Hard 2 og Long Kiss Goodnight sem er einn besta mynd líka í heim þetta er algjört kjaftaði, alvöru kjaftaði þetta er eina uppáhaldsmyndum ekki bara mín heldur Bjarkar Eiðsdóttur sem var okkur á fréttablaðinu hún veit nú sínu viti svo við erum að dragast með Susu Pedal talking with Susu was like masturbating with a tea scraper slightly amusing but mostly painful þetta myndir bara hlaðinn af svona gullnum mínum þetta er veisla þetta er veisla, heyru Arnar Már, takk fyrir komuna bara takk fyrir mig Tóti, takk fyrir þig Já, heyru bara, takk fyrir þetta og ég bara búin að fá að tala hardboiled og Ford Fairlane ég er bara en high spirit Hlustendur, takk fyrir ykkur